Góðan daginn, ég ætla að fjalla hérna um skák mína í 9. ferð á móti Þorvarði Fannar Ólafssyni í Tafélag Vestmannaeyjum. Og þetta var seinni umferðin á laugardeginum og þá er stundum orkustig aðeins minna þegar maður þarf að tefla 2 skákir í dag. Ég er nú almennt ekkert voðalega hrifinn af því sko. Já, en ég fekk hvítt og ég ákvað að byrja á Larsen byrjun eða með B3 og ég gaf nú út bók nýlega sem heitir Kaffihúsaleiðir í skák. Þar tek ég svolítið fyrir B3 þannig að ég ákvað bara að tefla eitthvað svona sem ég skoða nýlega, Ritter F6, Biskup B2. Þannig reyndar algengara að fá á sig E5 eða D5 en Ritter F6 er allt í lagi. Biskup B2 og E6 og hérna leik ég Ritter F3. Nú það er þetta teflið á ýmsa vegu, til dæmis það má alveg tefla þetta svona einhvern veginn líka. Svo má líka E3 og F4 þá er til ýmsar frumlegar hugmyndir eins og hrókur G1 og G4 og hvítur langkrókir svo geta nú verið skemmtilega stöður sko. Hvítur er hérna að fara að leika G5 og G6 og það er ekki tróðöld fyrir svartan að hrókir að stutt, þannig að þetta er eitthvað sem má hafa bak við eyrað. En ég leik hérna Ritter F3, þá kom B6, D3, Biskup Einar 7 og hérna kom ég með nýjung í 5. leik Ritter D2, það er nú ekki oft sem maður leikur nýjung í 5. leik en aðri leiki voru E4 sem er nú alveg eðlilegur leikur og G3. Þá væri hvítur að F7 og báða biskupana, svo fer rittarinn á D2, hrókering og E3 eða E4, C4 jafnvel, og svoleiðis. En ég kom með hérna nýjung rittari B2. Varði svaraði með stuttur í hrókun og hér leik ég E3 og þetta kom E4 til greina. D5, E5, þetta er D7 og ég veit nú ekki alveg hvernig þessi stað er. Það er spilum með D4. Þetta var alveg möguleiki en ég var nú ákveðna svona hugmynd í huga þegar ég teldi þetta setup. Ég leik E3, Biskup B7 og hérna leikir hrókur Gunnar 1 sem við leiknum hún bara vel á. Það var eitthvað svona kaffihúsa andi yfir mér hérna í skákinni. Ég var bæði G4, G5, H4, drottninguna E2 og langkrókira. Það er að koma varða á óvart og slá hann aðeins út af laginu en já, ég bjóst við D5 sko. Gæti telst svona einhvern megin. Kannski H5, það er ekkert ljós, svartur hefur alveg sín færi þetta. Þetta með eitthvað svona. Já, svona í grófum dráttum en þá kom hérna, það varði mér svolítið óvart og leik hérna Ritter Einar 8 sem er svona athyglisverð hugmynd sko. Það minnir á svona einhverjar tilfæringar í Nimsoveitur sko vörðstundum. Það svartu þeim með Rittarinn og E8. Ég svaraði með G4, ég er erfitt að leika ykkur öðru en G4 eftir að maður leikur hrókur G1.
varði leik biskup F6 og það hérna kemur það í ljós sko, eftir D4 þá lokar hann svolítið á biskupinn á B2 og þá fer aðeins broturinn úr sókninni hjá mér. C3 þó hann líti alveg frekar illa út við fyrst sýn, kemur líka til greina. A5, H4, G6, svartur má ekki taka á H4, þá kemur G5, biskupinn af. Þessi staða meinir nú meira á eitthvað svona fyrir randomstuð en alvöru skák. G6, H5. Þetta eitthvað sem ég kíkti hérna aðeins á. Ég veit ekki alveg hvað gerast í þessu. Biskupinn á H8 kannski svolítið slæmi kalli og svörtum, en svartur má ekki riddara þarna. Það svona að sýna sirka hvernig getur telst. En nóg það. Þetta nú hálffurðulegt að ég leik D4. Ég hefði hugsað mér að kannski fara biskupinn á D3, styðja við G5, H4, H5. Þá kom G6 sem mjög eðlilegt framhald, búið til reitt á G7 fyrir biskupinn. Hér leik ég D3 sem ég held að sé ekki ónákvæmur leikur sko. Ég held að sé betra að leika G5 og svo H4. Já, segjum G5, H5, G5, kannski riddari E5. Ég held að þetta hafi verið skemmtileg tilraun sko. Það er teflið á ýmsa vegu hérna, þetta leika biskup B5. Biskupinn á G7 svolítið slæmur, en þetta er ekkert ljóst. Þetta drepa á C6. Kannski er hann G4 og fara að íhuga eitthvað á H-línu, einhverju sló. En svartur er þetta með sín færi líka, en þetta er athyglisvert. Þetta er betra en eins og ég teldi það sko. Ég leik biskup T3 sem leit nú eðlilega út, allavega við borðinu sko, en það varði leik biskup G7. Þá getur hann G2, G5, löngrókun, riddari C6 og hérna leik ég A3. Já, ég vildi ekki fá riddarann á B4 og missa hvítriddarbiskupinn minn. En það kom einhver síður til greina sko, að tefla eitthvað með svona. Ég held að svartur hafa alveg ágætt færi hérna líka, með A5 kannski. Já, A3, það var kannski aldrei svona hægt hjá mér. Ég kannski vannmata aðeins svörtu stöðuna. Nú A5, góður leikur. Og hérna fór ég nú átta með því við borðin að þetta hefði nú eitthvað verið mislukað hjá mér í byrjun. Og mér leist ekki alveg nógu vel á þetta og leik hérna C3 sem er ekki fallegur leikur að loka biskupinn eins og er. En ég vona að það yrði nú bara tímabundið. A4, B4, C-tribur. Og hérna fór ég fram og náði mér í kaffi, en meðan ég var að bíða til kaffinu þá var ég aðeins að spá í hausnum. Þetta B4, ég hafði alltaf áhyggjur af þessum leik sko. Ég var ekki alveg viss hvernig það væri, en ég var samt ekkert annað framhald hjá mér en að leika B4 sko. Og ég hafði nú aðeins pælt í þessu. Biskup A1, G7 skák til dæmis, kongur biskup C2 líklega betra. Kongur B1, þá geti þetta verið vesen, hótar á B4. Þó hann sé að kalla undir, þá það er ansið hættulegt sko. Pirrandi þetta hans á A-línunni. Nú biskup C2, þetta var eitthvað sem spáði riddari D6, E4, hrókur F7. Já, ég hélt sko,
Ég gæti alltaf reddað mig kannski með hrókur G3 og hrókurinn væri hérna ansi góður í vörninni. Og ég sá ekki alveg hvernig svartur þetta brjóti þetta upp. En þetta apið náttúrulega ansi pirrandi og svo setti ég þetta í tölvu og hún sagði að svartur væri með miklu betra, þannig að þetta greinilega stórhættulegt. En þessi framhald í tölvunni var að vísu eitthvað sem ég erfitt að sjá, sko. Svartur þurfti sérst að meta þessa stöðu hér. Það er eiginlega no turning back eftir að maður fórnar kalli. Og maður getur litið svolítið kjánalega út eða það er bara ekkert testað fyrir kallinn. En með bestu taflmennsku þá er sem að vinna biskup F8, svartur þarf að sjá þennan leik í útreikningum. Þetta er einhver 6 leikjum síðar, sko. Þetta er eina leiðin fyrir svartan til að fá betra, þannig að það er kannski erfitt að sjá þetta allt saman, en svo er einhver A2 leikur hérna, svo einhver A4, svo einhver A7. Þetta er allt saman ekki svona mannlegi leikir, sko, en svartur er með mjög gott spil, sko, fyrir kall. Varði hann spáði náttúrulega í þessu en ákvað að leika drónu G7 og reyna að ná að drepa B4 með svona hagstæðri útgáfu. Ég leik biskup C3, mér var náttúrulega mjög illa við þetta rittarleikur B4 dæmi, þannig að hérna leik varði rittar F6. Ég held að rittar D6 hefði verið betri leikur, kongur B2 og E5 eitthvað svona. Svartur er með tölvöld betra. Þetta sé 0,8, þannig að þetta er ekki hálfgeir skítast á hvítan. Og biskup C3, rittar F6, E4. Nú er ég fæ allt í líf í stöðuna. Hrókur C8, kongur B2 og tíminn var farin að minnka hjá okkur hérna í 20. leik. Og varði komið athyglisverðan leik sem ég bjóst reynda við, rittar A5. Þessar tölmyndin ef ég drep þá á hann alltaf þetta og ég tapa þessu. Þetta er allavega alltaf hættulegt. Þannig að ég leik hrókur C1 og valda biskupinn, rittar B3, drepið. Og hérna er ég komin yfir versta hjallan og hérna leik ég bara rittari D2 eins og fínn maður. Ég ætlaði bara fyrst að leika F3 og hafa þetta allt valdað hérna og svo ná í peðið og svo bara mjaka þessu áfram í róleitum. Þetta var líklega ekki góður leikur hjá mér. Ekki slæmur en ekki góður. Ég held að besta framhaldið sé G5, rittar H5, drónu G3. Þetta er eitthvað sem ég skoðaði. Það vísir farin F4 reitin en þetta er svona eins og einhver kóngsendurskvörn og B3P er auðvitað sitting duck. Svartur er með eitthvað spil en þetta, ég átti að fara út í þetta svona en ég leik rittari D2. Þá kom D5 sem er bestur held ég, E5 og svartur reynir að vera dýnamískur auðvitað og biskup H6 góður leikur. Hrókur A1, ekki mjög veg fyrir öll svona alla fórnir á A3. Ég leik hann drónu C7 en já, svartu var komin tímarak, ég var líka aðeins tímanumur. Hérna er líka biskup F4 besti leikurinn, hrókur G1, þetta er eitthvað tölvuframhald, hrókur D3. Já, stoppaði það sér, hérna er svona létt æfing fyrir fólk. Biskup D2, takk fyrir, það er mjög sterkur leikur. Bara von í allt ráslið og hrókur H3, þetta er eitthvað sem ég skoðaði.
Já, ég er vissulega með eitthvað spil en svartur er líka með spil. Það er til það. Það er eitthvað svona. Það var F6 ágætleikur reddar þessu öllu. Þetta var allavega mjög shaky sko. En ok, dróning C7 er náttúrulega eðlilegur leikur þannig sé. Hrókur G3, góður leikur. Hrókurinn kemur í vörnina hérna og valdar allt. Birku F4 og hér átti ég svona 12 mínútur eftir kannski og var mikið að spá ég drepa B7 sko. Við varði fórum yfir skákina og vorum eitthvað að skoða þetta. Dróning F3, þetta var ég með allt í hausnum líka. Birku drepa F2, þetta var það sem ég áhyggjur af sko. Drepa A8 og drepa D4. Hrókur D1, en ég sá bara einhverja drauga eins og við segja. Þetta er bara allt í fínlega á hvítan. Hvítur enda bara kallið yfir og það er ekki til að áhyggjur af hér. En eins og ég segi stundum í seinni umferðinni þá er orkullið aðeins minna á ég veit ekki hvort maður segja að maður verður latar reikn út en það verður einhvern veginn svolítið erfiðar reikn út stundum. Þetta hefði unnið ég leik hérna hrókur F3 slá ekkert að því sko þannig G5 og hérna drap ég bara B3 til losna við allar svo hótanar C2 en það er líklega ekki góð leikur ég átti að leika H4 og með ágæti stöðu kongur drep B3 B5 kongur B2 birku drepur drottning drepur dróning G4 já svartur er með spil en hér á ég leika H4 og ég held að svartur sé ekki með nægilega mikið spil fyrir 2 peð þó að sé með spil það er hálínum opnast en hér ætlaði ég að tefla þetta safe sko fórum við dróning D3, dróning D5 hrókur H3 og hér leikur varð af þessi skákiri með dróning G2 en hann átti að leika H6 sem er sterkur leikur ég man að ég leik hrókur H3 sko þá held ég að þetta væri bara búið sko bara drottningin að koma á kónginn og svartur bara einhverjum tveimpeðum undir en H6 virðist vera ágætis leikur og þetta biskup drepur E5 dróning H7 er ekkert sérstakt það er hérna smá flækju framhald hrókur A8 hrókur G1 kongur B6 þetta hefðu aldrei séð þetta allt en þetta er held ég eitthvað jafnvægisvariantur í tölvunni en þetta er svona erfitt að sjá þetta allt hrókur H5 er annan leikur birku F6 H4 og G6 og hérna geta komið mjög fyndið framhald drepa B4 kongur G2 það var náttúrulega ekki sens að vorum að fara að sjá allt þetta í tímarækinu það býr konur 40 leikir hérna svartur er í lagi hérna virðist vera nær hérna í hrókin ok, þetta er svona það er bara að sýna hvað skák getur verið snúinn maður þarf auðvitað að passa á að vera ekki að gera lífið sitt erfiðara en maður þarf stundum í skákinni en varðileik dróning G2 hann vildi kannski fara að drepa F2 ég drepa H7 kongur H8 F8 dróning H8 dróning kongur E7 dróning F6 og hér gaf varði skynjanlega þetta er bara
Þetta er bara búið. Strókur H7, ég held að það sé alveg örugglega búið. Það verður líklega að fara eitthvað svona. Já, það er ýmsar leiðir auðvitað að vinna þetta. Ég var það bara að velja á bestu. Sóknin er dálítið fjöruð út og það er bara einföld leið að það er eftir svartan leik einhverju. Alltaf að leika D5 og valda F2 ef maður er eitthvað smeykur við það sko. Svo má bara drepa á B5 með þetta og fara bara kónginn B3. Já, þetta var dálítið snúin skák og kannski að stríðsgjafinn hafi verið aðeins með mér þarna. Gegn þessu þá var kannski þetta athyglisverðast. Tefla frekar svona. Já, skemmtileg skák. En ég hef nú kannski oft telt betur en varðið teldi nokkuð vel. Takk fyrir.